Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæði vantraust á ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hæstvirts forsætisráðherra og Steingrím J. Sigfússonar hæstvirts fjármálaráðherra. Mig langar aðeins í upphafi að ræða hér svona tilurð þessarar atkvæðagreiðslu og að hún skuli koma fram nú strax eftir þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesave. Ég verð í upphafi að segja að mér finnst ekki mjög trúverðugt að háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson skuli flytja þessa tillögu sem formaður Sjálfstæðisflokksins eftir þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesave. Það hefði verið nær að forystumenn hreyfingarinnar eða forystumenn Framsóknarflokksins hefðu flutt þessa tillögu en ekki forysta Sjálfstæðisflokksins. Eins og öllum ljóst þá sat ég hjá við fjárlagafrumvarp fyrir þetta yfirstandandi ár og lýsti því jafnframt yfir að stuðningurinn minn við þessa ríkisstjórn væri skilyrtur. Hann væri skilyrtur við það að það þyrfti að snúa af þeirri braut í Evrópumálum sem við værum á. Sú áætlun og það sem þar í gangi og á hvaða vegferð við erum, hún myndi ekki ganga til lengri tíma litið og væru gróf ögrun og brot á stefnu Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs sem hét því fyrir síðustu kosningar og hún myndi ekki sækja aðild að Evrópusambandinu. Jafnframt voru reifuð vinnubrögð, forgangsröðun í ríkisfjármálum og fleira. Evrópusambandsferli hefur snúist upp í algjört aðlögunarferli, hingað streyma styrkir til aðlögunar og mikill meirihluti þjóðarinnar andsnúinn þessu ferli. Jafnframt sjáum við það að eins og hv. þingmaður Atli Gíslason minntist á hér fyrr í dag að skilgetið afkvæmi Evrópusambandsumsóknarinnar, Icesave-samningarnir, að núverandi ríkisstjórn sem ég hef stutt hefur lagt mikið á sig að koma þeim samningum í gegn og þeir eru beintengdir við Evrópusambandsumsóknina eins og hefur komið ítrekað fram og sá mikli áróður í aðra átt hefur ekki reynst eiga við rök að styðjast. Staðan er orðin svoleiðis núna eins og ég sagði áðan að meirihluti þjóðarinnar andsnúinn ESB-aðild og nú eru 3 flokkar hér á Alþingi sem eru andsnúnir ESB-aðild eftir að Framsóknarflokkurinn skýrði sína stefnu nú helgina og það er orðið lítið pólitískt bakland fyrir þessari umsókn. Það er nú svo að þegar maður vegur og metur fyrir þessa baráttu, hv. þingmaður Atli Gíslason kom hér áðan og lýsti því yfir að þetta væri fullveldisbarátta og þess vegna gæti hann ekki annað en sagt já við vantrauststillögu á ríkisstjórnina. Þetta snýst að vega og meta og velta því fyrir sér hvort að nú sé komið yfir einhver mörk, yfir einhverja línu sem dregin hefur verið. Ég hef haft skilyrtan stuðning við þessa ríkisstjórn. Er betra að vera áfram innan stjórnarliðsins og styðja þessa ríkisstjórn áfram eða er betra að stöðva þetta ferli eða réttara sagt segja hingað og ekki lengra? Hingað og ekki lengra í þessu máli. Ég held að við Íslendingar þurfum núna að forgangsraða með öðrum hætti. Við þurfum að forgangsraða og leggja til hliðar þetta Evrópusambandsmál. Við þurfum að leggja það til hliðar. Þjóðin er klofin í herðar niður í þessu máli. Við erum að sjá það að margir Evrópusambandssinnar koma nú fram í fjölmiðla og segja að það verði að stöðva þetta ferli. Það verði að stöðva þetta ferli og það sé mikil ábyrgð hjá ríkisstjórn sem keyri þetta ferli áfram af jafn miklum þunga og raun ber vitni. Niðurstaða mín er því sú að ekki sé skynsamlegt að halda áfram þessu Evrópusambandsferli og ég styð ekki lengur ríkisstjórn sem heldur þessu ferli áfram af jafn miklum þunga og raun ber vitni.